Let's pray, brother. Let's pray. Heavenly Father, we come to you in Jesus' name. Faðir, við komum til þín í nafni Jesú. We surrender ourselves as your vessel. Við gefum okkur undir þig sem þín kér. Speak through us, I pray. Talaðu í gegnum okkur, bið ég. Touch our lips with your call. Snertu varir okkar með köllun þinni. And let us speak the words in the way you want them to be spoken. Og megum við tala orðin út eins og þú vilt að þessu töluð út. And no other way. Og engan annan máta. Oh God, be blessed. Dróttum við blessum In Jesus' name. í Jesú nafni. Amen. 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 It's always amazing when you follow such great worship. Það alltaf svo gott að þegar maður gengur inn í svona yndislega lofgjörð. And you sing songs Og við syngjum söngva. with lyrics like, your goodness is running after me. Textar sem segja, góðvild þín, hún hleypur og eltir mig uppi. Or when a fountain of grace is running my way. Eða þegar lindir náðarinnar eru að flæða til mín. And the worship is confirming the word God wants you to preach. Og lofgjörinn að staðfesta orðið sem að Guð hefur lagt á hjarta til þess að predika. You see, we have the sovereign God who's running after us. Þau eru átt ykkur á því að við eigum alheilagan og almáttugan Guð sem að elta okkur uppi. With his goodness, with his grace, Með góðvild hans og náð hans. with his love. Með kærleika sínum. His mercy is fresh every morning. Og miskun hans fersk hvert morgun. And he loves us so much Og hann elskar okkur svo mikið. that he's going to prune us. Að hann ætlar að sniðla okkur til. He loves us so much that he has no choice but to prune us. Hann elskar okkur svo mikið, hann hefur ekkert val annað en að sniðla okkur til. What's the point in saving me and leaving me the same way I was? Hver tilgangurinn í að frelsa mig og skilja mig eftir í sama ástandu ég var? Oh, I might as well sign up, pray, sit down and enjoy life. Þá getum við bara skrifað undir og sest niður og notið lífsins. It's not going to happen. Það gerist ekki svona. It's not going to happen. Það ekki að þessa lund. So today I'm going to look into the instruments of God's pruning. En í dag þá ætla ég að fara eins yfir ykkur með verkfærin sem Guð notar til að sniðla, eða sniðlunar verkfærin. And there's three things I want to touch on before I get to that. Og það eru þrír hluti sem ég vil svona benda á áður en ég kem að þessu. First, we need to understand and believe that God is sovereign. Fyrst þurfum við að vita og viðurkenna að Guð almáttugur. We need to understand and believe and receive this concept Við þurfum að skilja og meðtaka að hann sá sem öllu ræður, hann almáttugur. So what does this mean? What is God being sovereign? What is this? Hvað þýðir þetta að Guð sé almáttugur? Hvað ber þetta í sér? So I'm going to make a couple of quotes here. En ég ætla að nefna nokkuð dæmi hér. The first one comes from a guy called Chip Ingram Og hér náungi sem heitir Chip Ingram. from Walk Through the Bible. Sem úr bókinni gangan í gegnum Biblíuna. God's sovereignty means that he is in complete control of everything in the universe. Það að Guð sé almáttugur, það þýðir að hann sé algjöra stjórn á hverju smáatriði í heiminum. This includes his power, his authority, and purpose. Það hefur að gera með yfirvald hans og öll hans markmið. Ruling over all things for the good of his people and his glory. Hann ríkir yfir öllu fyrir sitt fólk og fyrir sína eigin dýrð. God is sovereign. Guð almáttugur. He is in absolute control Hann algjörlega með stjórnvölin. and works all things together for good for those that love him and are called according to his purposes. Og hann lætur allt samverka til góðs til þeirra sem að elska hann samkvæmt fyrirætlun hans. If you don't believe this, Ef þú trúir þessu ekki, I doubt we're serving the same God, þá erum við sennilega ekki að þjóna sama Guði. because he is. Af því að þetta hann. John Piper puts it this way. John Piper, hann segir þetta á þennan máta. God is powerful and authoritative. Guð hann
hann er Guð magnaður og valdmikill, to the extent of being able to override all other powers and authorities. að hann getur ráðið yfir og ríkt yfir öllum öðrum kröftum hvar sem er. You see, God is in absolute control. Þið sjáið að Guð er algjörlega við stjórnvölinn. I have no doubt, Ég hef engan efa í hjarta mínu. no doubt. Engin efi. So, now we've heard what men think God's sovereignty is. Let's Yeah. have a look at the scriptures. Nú höfum við aðeins heyrt hvað menn segja hvað almætti Guðs þýðir. Job 42:2. Í Jobsbók 42:2. I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. Ég veit að þú megnar allt og engu ráði þínu verður varnað fram að ganga. Nothing. Engu. Nothing that God wants to do will be stopped. Ekki það sem Guð vill gera, það verður engum vörnum við komið. And that applies in our lives as well. Og það á við okkar eigið líf líka. The only question you need to ask yourself, Það eina sem þú ætti að spyrja sjálfa þig, are you going to enter into the promises ætlar að ganga inn í fyrirheitin in 11 days? á þínu lífdögum, Or are you going to walk around in the wilderness for 40 years? eða ætlar að arka í eyðimörkin í 40 ár? The choice is ours. Valið er okkar. We can speed it up, we can slow it down. Við getum hraðað eða hægt á ferðinni. But His will be outworked in our lives. En vilji hans verður að verki í lífum okkar. Daniel 4:34-35. Daniel 4, 4, 34-35. 34, 35. Nebuchadnezzar is being restored. Hérna endurreist Nebukadnesar. He lost his marbles for a short period. Hann klikkaðist í smá stund. At the end of the days, I, Nebuchadnezzar, lifted up my eyes to heaven, and my reason returned to me, and I blessed the Most High, and praised and honored him who lives forever. For his dominion is an everlasting dominion, and his kingdom endures from generations to generations. Ég Nebukadnesar hófað liðnum þessum tíma augu mín til himins og fekk ég þá vit mitt aftur og ég lofaði hinn hæsta og vegsamið og tignaði þann sem lifir eilíflega því að veldi hans er eilíft veldi og ríki hans varir frá kyni til kyns. All inhabitants of the earth are accounted as nothing, and he does according to his will amongst the host of heaven and amongst the inhabitants of the earth, and none can stay his hand or can say to him, what have you done? Allir þeir sem á jörðinni búa eru sem ekkert hjá honum. Og hann fer með himnana her og byggjendur jarðarinnar eins og hann sjálfur vill. Og enginn sá, fái honum tálmun gjört og við hann sagt. Hvað gerir þú? He's going to have his way. Hann mun fara sínum vegum fram. Boom. We can receive it. Við getum meðtekið það. We can try to resist it. Við getum strögglast á móti. And if we think pruning is painful when we are going through it and we are voluntary in accepting it, Og ef við höldum að það sé smá vont þegar við erum að fara í gegnum sniðlun og þegar við höfum viljulega gefist undir það, you can only imagine how much that's magnified when we are resisting. þá getið aðeins ímyndað ykkur margföldunna hversu ýkt það verður þegar við erum að fara í gegnum þetta í mótþróa. I was so blessed when I first came to the Lord. Ég var svo blessaður þegar ég fyrst kom til Drottins. He gave me a childlike faith. Hann gaf mér svona bara trú eins og lítið barn. If it said so and so in his word, Eða segir þetta í orðinu, I didn't argue with it. þá var ég ekkert að rífast við það. I received it in faith. Ég meðtók það í trú. I said, okay, Ég sagði allt í lagi. God's word says this. Orð Guðs segir þetta. That's what we're going to do. Þá ætlum við að gera þetta. We made a decision very quickly. Við gerðum upp hug okkar mjög snemma.
You see, as I came to the Lord, I had one foot in the world, Þegar ég kom til drottins, þá er ég með svona annan fótinn í heiminum one foot in the kingdom, og einn í Guðsríkinu and my head in the clouds. og með hausinn einhvers staðar í himnunum. And as I came closer to God, Og því nær sem ég dró mig Guði, as I get to know Him, að þegar ég lærði að þekkja hann, so my mind is renewed. og þannig var hugafar mitt endurnýjað. As I know Him, Eftir því sem ég lærði að þekkja hann, as I trust Him, að treysta honum, as I decide to surrender all to Him. að ég ákvað að gefa mig allan undir hann. So I don't want one foot in the kingdom, Ég vill ekki hafa eitt fót í one foot on the earth. Guðsríkinu og einn á jörðinni. I want both feet in the kingdom, Ég vil báðar fætur í Guðsríkinu. surrendered to you. Algjörlega undirgefin þér, drottin. Isaiah 46, 9 to 10. Jesea 46, 9-10. For I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me, declaring the end from the beginning, and from ancient times things not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will accomplish all my purpose. Minnist þess hins fyrra frá upphafi að ég Guð og engin annar. Hins sanni Guð og engin minn líki. Ég kunngjörði endalogin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var enn framkomið. Ég segi, mín ráðsályktun stendur stöðug og allt sem mér vel líkar framkvæmi ég. You see, God is speaking in a very direct and very positive way here. Guð að tala mjög beinskeytt hér. He's not leaving any room for misinterpretation. Hann ekki að gefa rúm fyrir einhverja svona flöktandi mistúlkun. He's being very direct and very positive. Hann tala mjög skýrt og greinilega. This will happen. Þetta mun gerast. My will be done. Vilja mínum verður framgengt. My counsel shall stand, and I will accomplish all my purpose. Ráðsályktun mín mun standa og stendur stöðugt og allt sem mér vel líkar, það mun ég framkvæma. Nothing can stop him. Ekkert fær hann stöðvað. It will be done. Það verður þannig. And Ephesians 1:11, Í Efesus 1:11, probably one of the most sweeping statements on the sovereignty of God in the Bible. en merkasta fyrirsögn eða umsögn almætti Guðs í Biblíunni. That whatever happens, it accords with the counsel of God's will. Það allt sem gerist framkvæmir hann eftir ályktun vilja síns. In Him, we have obtained an inheritance, Í honum höfum við líka þá öðlast arfleiðina, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. eins og oss var fyrirhugað samkvæmt fyrirætlun hans, framkvæmir allt eftir ályktun vilja síns. Amazing. Undraverð. Amazing. 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 So we are His possession, Við hans líður. chosen by Him to know this great salvation. Við útvalin til þess að fá að þekkja hjálpræði hans. In Jesus Christ, we have everything we need for life and godliness. Í honum höfum við fengið allt til að lifa guðrækilegu lífi. We have every spiritual blessing in the heavenly realm. Sérhverja andlega blessun í himinhæðum. And we're going to be pruned. Og við munum vera sniðlu til. Guaranteed. Alveg pottþétt. It's going to happen. Það mun gerast. It's going to happen. Það mun gerast. The second thing we need to know, Í öðru lagi þurfum við að vita His plan and purpose for your life að áætlun fyrir líf þitt is absolutely, algjörlega, without a doubt, án nokkurs vafa, the best plan and purpose you'll ever have for your life. besta fyrirætlun sem gæti mögulega henta þínu lífi. And the best thing we can do when we are making decisions in our life Og besta sem við getum gert þegar við erum að taka ákvarðanir í lífum okkar, is very simple. það mjög einfalt. Inquire of the Lord. Leitaðu drottins.
If he doesn't give you peace, ef hann gefur þér ekki frið, don't go that way. þá ferð ekki þann veg. Don't make that decision. Ekki taka þessa ákvörðun. And that's not just in your personal life, Og það ekki bara með persónulega líf, in your professional life, líka í atvinnuðinni in your social life. og í félagslífiðinu. You see, with all our studies in education, Og með öllu okkar námi og vitnesku, with all our degrees and titles, öllum titlum okkar og háskólagráðum, we can only know two things. þá getum við bara fengið að vita tvennt. We can know the past. Við getum vita fortíðina, We can know God's promises for our lives. við getum vitað fyrirheiti Guðs fyrir líf okkar, But we don't know what's happening tomorrow. en við vitum ekki hvað mun gerast á morgun. But God does. En Guð veit það. I'm reminded as I'm preaching. Ég er bara myndur á núna þegar ég er að tala. I was living in England Ég bjó í Englandi. and we were looking for a 7-seater car. Við vorum að leita að 7-sæta bíl. We had a family of 4. Við vorum 4 manna fjölskylda We thought a couple of kids' friends, we need a 7-seater car. og það voru nokkra vinir og börn sem að þurftu að fá far. And I'm looking and looking and looking, Og ég er að leita og leita og leita and we find a car. og við finnum bíl. I go and test drive the car with my wife Ég færi á reynsluveik bílnum með konu minni and the 2 kids. og börnunum 2. And we're driving around testing this Mazda, Og við erum að keyrum hann á þessari möstu and he's annoying at my heart. og það er eitthvað svona agnú í hjarta mínu. Don't buy this car. Ekki kaupa hennan bíl. Don't buy this car. Ekki kaupa hennan bíl. Don't buy this car. Ekki kaupa hennan bíl. Do you think I obeyed? Haldið að ég hafi hlýtt? One of the most expensive lessons I've learned. Ein dýrasta leksía sem ég þurfti að læra. We bought the car. Við keyptum bílinn. The kids and everyone were very happy with the car. Allir voru rosalega ánægðir. And 6 weeks later, the car was standing on the side of the road, engine gone. Og 6 vikur síðar þá var hann, stóð hann út í kanti og með úrbrædda vél. Wouldn't go. Hann fór ekki fett. So we thought we'd be smart. Og þetta var ekki kannski það gáfulegasta. We'll buy another engine. Við kaupum bara nýja vél. 3 months later, I'm driving to Scotland. Og 3 mánuðum síðar er ég að keyra til Skotlands. I'm 350 miles into the journey, Og ég er 350 kílómetra álengdar. just near Carlisle. Og bara rétt hjá Carlisle. Kaboom. Þá var allt í einu búm. Guess what? Getið þið hvað? I left the car in Carlisle and said, it's a blessing to whoever wants it. Bye. Ég skildi bílinn eftir hann í borginni bara sem blessun fyrir einhvern annan. But I could have saved all the pain, all the hassle, all the frustrations, all the lost money if I just obeyed the gnawing in my heart. En ég get að spara mér alla þessa áþján og allan hennan kostnað hefði ég bara hlýtt röddu hjarta míns. We have to obey those promptings and stirrings. Við þurfum að hlýða þessum ábendingum, þessum litla smáa rödd sem gefur okkur ábendingar. Because God knows what His plan is for you. Því að hann veit hver áætlun hans er fyrir þig. He's our provider. Hann er sá sem sér fyrir okkur. Yeah, He's given us intelligence. Jú, hann hefur gefið okkur vitsmuni And He's given us some gift and skills. og hann hefur gefið okkur gjafir og hæfileika. But He only knows tomorrow. En það er hann sem veit hvað morgundagurinn ber í skauti sér. We don't. Við vitum það ekki. We don't know what's wrong with that engine. Við vitum ekkert hvað er að vélinni. But He does. En hann vissi það. Let's trust Him. Við skulum treysta honum. I've got a whole heap of scriptures, but I'm going to share one. Ég er hérna með alveg hrúga biblíuvessum en ég ætla bara að deila einu. Jeremiah 29:11. Jeremía 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Því ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju að veita ykkur vonaríka framtíð. And I can tell you, I did not plan to come to Iceland. Þið get alveg bókað það. Ég planaði ekki að koma til Íslands. But God did. En Guð gerði það. And here I am. Og hér er ég. Surrendered, submitted, we're going. Undirgefin og hlýðin
Við förum. Boom. Finished. Mjög einfalt. We go where God calls and we submit to his plan for our lives. Við förum þangað sem Guð kallar og við gefum okkur undir áætlun hans. For he knows the plans he has for your life. Því að hann þekkir þær fyrirætlanir sem hann hefur fyrir þitt líf. Thirdly, we need to understand how well God knows us. Og í þriðja lagi þá þurfum við að skilja hversu vel Guð þekkir okkur. If we think that God doesn't know us, Ef við höldum að Guð þekki okkur ekki, if you think we don't know what buttons to push, ef heldur hann veit ekki hvað að takka og íta á, oh, he knows. hann veit alveg hvað hann á að gera til þess að fá viðbrögð. When you think you've turned the mountain, turned the corner, Þegar þú heldur að þú ert komin fyrir fjallshornið, oh God, I'm being actually quite impressed. I've not lost my cool lately. ég er bara ánægður með sjálfa mig. Ég er alveg búin að vera alveg til friðs. You know, one of the instruments that the Lord uses in pruning is the devil. Eitt af þeim verkværi sem Guð nota til þess að sniðla til, að það djöfullinn. And he says, just like he told him when he was talking about Job, he said, you can go and do what you like to Job, but just spare his life. Það er alveg svo hann sagði Job, hann sagði þú mátt fara á eftir honum en þú mátt ekki deyða hann. So I'm sitting there Monday, quietly minding my own business, thinking I'm finally making some progress here. Og ég sit þarna í hægindum og hugsa, já ég finnst ég hafa náð framgang. And suddenly there's an oppression comes upon me. Allt í einu kemur þetta svona þunglind yfir mig. Well, I didn't act in a very fruit of the spirit manner. Og ég hagaði mér ekkert svona eins og ávöxtur andans. And God said, oh, we've still got a way to go, my son. Og Guð sagði, já nú eigum við smá verk eftir að vinna. Amen. Amen. So, Psalm 139, Sálmur 139, 13 to 16. 13 til 16. If we thought God didn't know us, Ef við höldum það virkilega að Guð þekki okkur ekki, that will take all your doubts out the way. þá strika þessi vers út allar þær hugmyndir. For you formed my inward parts. You knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it very well. My frame was hidden from you when I was being made in secret, intricately woven in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed substance. In your book were written, every one of them, the days that were formed for me, when as yet there was none of them. Því að þú hefur myndað nýru mín og við mig í móðurlífi. Ég lofa þig fyrir það, að ég er undursamlega skapaður, undursamlega eru verk þín. Það veit ég næsta vel. Beinin í mér voru þér hulin þegar ég var gjörður í leyni, myndaður í djúpum jarðar. Augu þín sáu mig, ég var enn ómyndað efni. Ævidagar voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína, áður en nokkur þeirra var til orðin. 17? 16, yeah. Já, 16. Amazing. Amazing. 100 verst. You, me, Þú, us. ég, við. We were created by God. Við vorum sköpuð af Guði. All my funny blemishes, he made them. Allt þetta fyndna við mig, Guð bjóð þetta til. So if you've got a problem with me, take it up with my creator. Þannig ef eitthvað vandamál mig, þá bara talið við skaparan minn. God formed our inward parts. Guð mótaði okkar innstu veru. He knitted us together. Hann var sá sem hnýtt okkur saman. Have you ever seen the process of knitting? Hafið þið séð þennan feril að prjóna eða hekla eða nýta saman? How intricate it is. Hversu nákvæmt þetta er? Each stitch Sér hver saumur being wound together. ofin saman. That's how much time he took on each one of us. Þessu mikinn tíma tók hann fyrir hvert og eitt okkar. And let me tell you something. Leið mér að deila með þér. God doesn't make any junk. Guð býr ekki til neitt rusl. His works are wonderful. Verk hans eru undursamleg. Guess what? Gettu hvað? You are his wonderful works. Þú ert undursamlegt verk Guðs. You are his wonderful works. Þú ert meistara handverk hans. Our frame was not hidden from him.
Við vorum ekki, rammi okkar var í að bein okkar voru ekki hulin honum. In his book was written, every one of them, the days that were formed for us, even when there were no days. Og sem sagt, allir ævidagar voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína áður en nokkur þeirra var til orðin. It's amazing. Þetta undursamlegt. Hilmar shared Ephesians 1:3 Hilmar var að deila með ykkur, ég deildi með ykkur í Efesus 1:3. when we were taking up the offering. Þegar vorum að taka samskoti. Ephesians 1:4, Efesus 1:4. even as he chose us in him, in Christ, before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. Áður en heimurinn var grundvallaður, hefur hann útvalið okkur í Kristi til þess að við værum heilagir og lýtalausir fyrir honum í kærleika sínum. You're not sitting here by mistake. my Þú friends. ert ekki hérna bara óvart. We're here by God's design. Við erum öll hér út frá hönnunarverki Guðs. It's his purpose. Það tilgangur hans. Psalm 139 says, Sálmur 139 segir, verse 1-7. í versi 1-7. O Lord, you have searched me and known me. You know when I sit down and when I rise up. You discern my thoughts from afar. Drottinn, þú rannsakar og þekkir mig. Hvort sem ég sit eða stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álengdar. You search out my path and my lying down and are acquainted with all my ways. Hvort sem ég geng eða ligg, þá athugar þú það, og alla vegu mína gjör þekkir þú. Even before the word is on my tongue, behold, O Lord, you know it altogether. Því að eigi það orð á tungu minni, að þú, drottinn, þekkir það eigi til fulls. You hem me in behind and before and lay your hand upon me. Þú umlykur mig á bak og brjóst, og hönd þína hefur þú lagt á mig. Such knowledge is too wonderful for me. It is high. I cannot attain it. Þekking þín undursamlegri en svo að ég fái skilið, of háleit, ég henni eigi vaksin. Where shall I go from your spirit? Or where shall I flee from your presence? Hvert getið farið frá anda þínum, og hvert flúið frá augliti þínu. God knows every hair on your head, Guð, hann þekkir sérhvert hár á höfði þínu, every thought that you have, sérhverja hugsun sem að rennur þér í huga. and how you're going to react before you even heard what he's going to react to. Og hvernig ætlar að bregðast við því sem að hann hefur ekki þegar heyrt þig segja. Já, Exactly. nákvæmlega. You see, there's nowhere that we can go that God is not with us. Það hvergi sem við getum farið þar sem Guð ekki með okkur. If we're in the storm, he is in the storm with us. Ef við erum í miðjum stormi, þá hann með okkur í storminu. If we're up front here praising, he's in the praising with us. Ef við stöndum hér frammi og lyftum höndum og lofum Guð, þá hann hér með okkur. If we are playing football, Ef he's við erum playing að, football with us. ef við erum að leika okkur í fótbolta, þá hann með okkur í fótbolta. If we're sitting in the office trying to solve some queries and problems we're stuck with, Ef þú ert einhvers staðar staddur á skrifstofuna að reyna að leysa ykkur vandamál, þá hann þar líka. we'd be far better asking him because he's right there with us. Það miklu auðvitað bara að spyrja hann því hann þarna með þér. So he can lead us. Svo hann geti leitt þig áfram. There's nowhere we go that he's not with us. Það hvergi sem við förum sem hann ekki með okkur. So now we understand that God is sovereign. Já, nú erum við aðeins að grípa það, hvað það þýðir að Guð almáttugur. That he has a plan for our lives. Hann hefur áætlun fyrir líf okkar. That he knows us personally, Hann þekkir okkur persónulega, in detail. mjög svo nákvæmlega. We can now look at the instruments he uses in pruning us. Þá getum við litið á þessi verkvari og skoða þessi verkvari sem hann notar til þess að sniðla okkur til.
Because if I start looking at the instruments that God uses to prune us, Þegar ég fer að líta á verkfærin sem hann nota til þess að sniðla til and we don't look at it through the right eye og við horfum ekki á þetta með réttum augum or with the right understanding, eða réttum skilning, we won't see it as pruning. þá munum við ekki greina þetta eða skilja þetta sem sniðlun. We'll just see it as a circumstance or a situation. Við bara túlkum þetta sem bara slæmar aðstæður eða eitthvað óvænt We'll just see it as a person being nasty. eða eitthvað manneskja sem bara óþægileg. But if we now understand that God has got it all planned for us, En þegar við gerum okkur grein fyrir að Guð hefur þetta allt útlagt fyrir okkur, now, þá, when we find ourselves in these situations and circumstances, þegar við finnum okkur í slíkum kringumstæðum, we can rely on our faith to find meaning in why that thing is happening. þá getum við treyst á trú okkar af hverju viðkomandi atburður að gerast. Otherwise, we can keep on striving. Annars heldur við bara áfram að ströggla. We can keep on doing it, Við bara höldum áfram að vaðandi áfram. not understanding God is saying, lay it down. Og í algjöru skynningsleysi þegar Guð að segja bara, legðu þetta niður. I'm taking that away from you. Ég að taka þetta í burtu frá þér. Don't keep on doing the same thing. Ekki halda áfram að hjakka í sama farinu. I can tell you what, Ég get sagt ykkur nokkuð, if we think we are perseverant, ef við höldum að við séum að þrautseg, just think about the Israelites. hugsið bara Ísraelsmenn. An 11-day journey 11 daga ferð turned into a 40-day journey. breytist í 40 ára ferðalag. God outworked his plan and purpose. Guð hafði lagt út áform sín. And none of those that were there in the 11 days Það var enginn af þeim sem voru í fyrstu 11 dögunum were there at the end to go in. sem voru til staðar áður eða fóru inn í fyrirréttarlandið. So Þannig, what does God use to prune us? hvað notar Guð til þess að sniðla okkur til? Well, you won't find it a surprise when I tell you God uses people. Ykkur undrar ekkert ef ég segi ykkur að Guð notar fólk. It's true. It's true. He does. Hann gerir það. The key is Lykillinn sá, there's different kinds of people. það mismunandi fólk. Sibba preached on it a few weeks ago. Sibba predikaði þetta fyrir nokkrum vikum. And if you speak English and you weren't here, Ef þú talar ensku eða þú varst ekki hér, here are my volunteers to do the translation for you as you watch the video. og þá ætla ég að túlka þetta fyrir ykkur ókeypis og sjálfstáðum þegar þið horfið á vídeóið. Just getting some of my own back. Aðeins að ná mig niður á honum. You see, if you have your inner circle, those 2 or 3 people that are really close, Ef þú horfir á þinn innri hring og það fólk sem nátengt those confidence, og það ríkir trúmennska, if they truly love you, ef þau virkilega elska þig, they'll speak truth to you. þá tala þau sannleika til þín. And my advice to you, Og ráð mitt til þín þetta, that one of them should be a good Christian brother or sister who knows God. að einn af þeim í þínu nánasta hring ætti að vera kristinn bróðir eða systir sem að þekkir Guð. Because you want them to tell you what they're feeling when they pray for you. Því að þú vilt að þau segir hvað þau upplifa þegar þau biðja fyrir þér. So that you can take it, Þannig að þú getur tekið það, bring it before God, komið með það fram fyrir Guð inquire of him, og leitað hans and ask him how you outwork it in your life. og hvernig þú átt að verka þetta í lífi þínu. And we see this plainly in Matthew. Við sjáum þetta greinilega í Mattheusarguðspjalli. We all know the story very well. Við þekkjum þessa sögu. Peter and Jesus and the disciples are walking, Pétur og lærisveinarnir eru þarna gangi. and Jesus is explaining to his disciples what's going to happen, how much he's going to suffer, and so forth. Og Jesús að útskýra fyrir þeim hvað framundan og hversu mikið hann mun þjást. And Peter was bold enough to rebuke the Lord. Og Pétur var nógu djarfur til þess að bara ámæla drottinn.
How can you be saying these things? Hvernig getur verið að segja þetta? Began to rebuke him. Hann byrjaði bara að ávita hann. Far be it from you, Lord. This will never happen to you. Verði það fjarri þér, Drottinn. Þetta mun aldrei gerast fyrir þig. And his inner circle friend said to him, Og þarna var í innra hring get behind me, Satan. og hann segir við hann, vík burt, Satan. You're a hindrance to me. Þú ert hindrun fyrir mér. For you're not setting your mind on the things of God, but on the things of man. Þú ert ekki að hugsa hvað Guðs heldur hvað manna These are the kind of inner friends we want. Það svona vinir í okkar innsta hring sem við viljum hafa. These are the kind of inner friends we need. Það svona vinir í okkar innsta hring sem við þurfum á að halda. Then God uses your family. Og Guð nota fjölskyldu þína. It's quite amazing. Það alveg undravert. You know, when I came to know the Lord, Þegar ég kom til Drottins my wife had already been serving him for some time. og þá var kona mín búin að þjóna Guði í töluverðan tíma. Little to my knowing, Ekki að mér vitandi. she had already decided that if I hadn't come to know the Lord, she wasn't going to marry me. Hún hafði þegar ákveðið að If I didn't come to meet Jesus, she was not going to marry me. ef ég myndi ekki mæta Jesú, eignast Jesú Kristi í hjarta mitt, þá myndi hún ekki giftast mér. I didn't know this. Ég vissi þetta ekki, No idea. hafði ekki hugmynd það. But God knew the woman I needed, En Guð þekkti konuna sem ég þurfti á að halda, who was going to teach me grace sem myndi kenna mér náð and patience. og þolgæði. Because she needs a lot when she's with me. Þegar hún þarf mikið á þolgæði að halda þegar hún með mér. But that's what God does. En það þetta sem Guð gerir. He puts people together. Hann tengir fólk saman. Iron sharpens iron. Járn brýnir járn. Even your parents, Jafnvel foreldra þín your siblings, og ættfólkið þitt eða systkinið þín, your children. börnið þín. I can tell you the amount of shaping that God did to me through my children. Ég get deilt með ykkur hvernig Guð mótaði mig í gegnum uppeldi á börnunum mínu. Unbelievable. Alveg ótrúlegt. And you know, it took me probably 20 years to learn that I was ready for children. Og það tók mig örugglega 20 ára að átta mig á því að ég væri tilbúin til þess að eignast börn. I've said a lot of sorries in my life. Ég beðið mikið afsökunar á æviskeiði mínu. But God shapes you through these people. En Guð hann mótar því í gegnum þetta fólk. Colleagues. Vinnufélagar. They speak straight to you. Þeir tala skýrt til því. One of my bosses that I work with, Einn af yfirmönnum mínu sem ég vinn með, Richard Main, he would sit there and be blatantly honest with me and said, if you want to become this is what you need to fix. og hann segir bara hreint út, ef þú vilt verða þetta, þá þarftu að laga þetta. Boom. Einfalt. And then he would help me set up the training and whatever development I needed to fix those things in my life. Og síðan hjálpa mér að setja upp prógram þar sem ég get lagað þessar hluti í lífi mínu. Friends. Vinir. Oh. You have some friends and then you have some friends. Þú átt vini og svo áttu vini. I have some friends that teach me many things in life. Ég á vini sem kenna mér margs konar hluti í lífinu. Mostly what I should not do. Mest fjallar það hvað ég á ekki að gera. And I thank the Lord for them daily. Og ég þakka Drottni fyrir þá daglega. But people God can speak to. En Guð getur talað í gegnum fólk. He brings a word of knowledge, a prophecy. Hann kemur með þekkingarorð eða spádómsorð. And if we are open and receptive, Ef við erum opin og erum næm fyrir að taka á móti því, it just pierces right through the heart. að þá sker þetta alveg beint í hjartastað. And God knows. Og Guð þekkir. God uses circumstances, Guð notar kringumstæður. seemingly random events. Bara svona óvart upp úr þurru atburðir. They come out of the blue. Koma bara einhver staðar
And we are. og kom einhvers staðar úr ekkertinu. And we sit there or stand there and thinking, okay. Og við stöndum að það og segjum bara, ok, A little bit shell-shocked. við erum svona svolítið í losti. But actually, we need to see that God is sovereign in those events. En við þurfum að sjá að Guð er almáttugur í þeim kringumstæður. And some of these events are hard. Og sumar þessar kringumstæður eru mjög erfiðar. People dying is not easy. Þegar fólk fellur frá, það er ekki auðvelt. Out of the blue, boom. Bara allt í einu, farið. But it makes you question, what is the purpose of my life? En það færði til þess að spyrja, hver er tilgangur fyrir lífi mínu? I shouldn't be waiting for one day, Ég ætti ekki að vera að bíða eftir dag einn, because I don't actually know if I'll get tomorrow. þegar ég veit ekkert hvort að ég næ til morgundagsins. When my mother-in-law died, Þegar tengdamóðir mín dó, I stood there and I said to my wife, ég stóð þarna og sagði við konuna mína, enough of tomorrow. að nóg af þessu með morgundaginn. We need to live for today, Við þurfum að lifa fyrir daginn í dag. because we don't know when our number is called. Við vitum ekki hvenær okkar númer verður kallað And when it's called, og þegar það er kallað fram, we're going. þá erum við farin á We braut. ain't staying. Við verðum ekki lengur til We don't staðar have a say in that. og við munum ekki dvelja þar lengur. I had a friend of mine, very close friend of mine in my inner circle, Það var nái vinur minn í mínum innsta hring and he went through a very tough time. og hann var að fara í gegnum mjög erfiða tíma. We were in the same church together. Við vorum saman í kirkju. I then left the church to go to another church that God called me to. Þegar ég hafði farið úr þeirri kirkju í aðra kirkju sem Guð kallaði mig til, He stayed on there, hann hélt áfram að þjóna þar. and an event happened. Síðan gerðist atburður. And I had no doubt in my mind when I heard the events that he had done nothing. Og ég vissi með fullvissu að það sem hafði gerst, að hann hafði ekki gert neitt. I knew it was all waft. Ég vissi bara að þetta var allt ykkur bábilja. The scary thing is, the pastor didn't believe him. En það vandræðalega við þetta var að pastorinn trúði honum ekki. And suddenly his whole ministry and life was ripped out from under him. Og allt í einu var öll hans þjónusta bara eins og kift undan fótum hans. He had to leave that church, Hann þurfti að yfirgefa þessa kirkju, go on to another church. fara sækja aðra kirkju. Why did God do it? Af hverju gerði Guð þetta? Because God is sovereign. Af því að Guð er almáttugur. I can only assume for humility. Ég get bara áætlað auðmýkt. I don't know, Ég veit það ekki. but it happened. En þetta gerðist. It happened. Þetta gerðist. And sometimes these things will happen to us. Og stundum gerast svona hlutir fyrir okkur. God will give us a vision. Guð gefur okkur sýn. We'll go about and do it all, set it up. Og við gerum allt og gerum allt og græjum. And suddenly, whew, Og allt í einu þá bara fótunum við kift undan okkur. it's ripped away from us. Það er bara tekið frá okkur. We're not involved anymore. Við erum ekki lengur hlutakandur. We can sit there and try again. Við getum setið þarna og reynt. Or we can say, God, you've taken it away from me. You've closed the door. Eða við getum sagt, Guð, þú tókst þetta í burtu, þú lokaði dyrun. Lay it down Leigðu þetta niður and move on. og gaktu áfram. You see, James 1:2-4 says, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Jakobsbréfið 1 og 2 segir, álítið það bræður mínir, eintómt gleðiefni er þið ratið í ýmiss konar raunir. Þið vitið að trúar staðfesta ykkar vekur þolgæði. En þolgæðið á að birtast í fullkomnu verki til þess að þér séu fullkomnir og algjörir og yður sé í engu ábótað vant. The other mechanism that God uses in pruning is the word. Annað verkfæri sem Guð notar til þess að klippa okkur til er orðið.
It's one of the reasons we as a body want to encourage all of us to be reading the Word. Og þess vegna við sem líkami viljum uppbera hvort annað að lesa í orðin. More often as I sit there reading the Word, Því ofta sem ég sit og að lesa orð Guðs, there's a revelation. og þá kemur opinberun And it just cuts through my heart. og bara svona sker í gegnum hjarta mitt. And I sit there in tears flowing. Og ég sit þarna bara og tárin þau flæða And bara. I'm pleading with God to please take this thing away from me. Og ég bara bið til Guðs, taktu þetta í burt frá mér, Change me. breyttu mér. The Word. Orðið, Sharper than a two-edged sword. beittara hverju tvíeggjuðu sverði, Cutting through bone and marrow. sem skera milli sálar og anda, liðamót og mergjar. Read the Word. Lestu orðið. Read the Word. Let Christ wash over you through the Word. Lefðu Kristi að þvo þig í gegnum orð sitt. Let the Word reveal more of Christ to you. Lefðu orðin að opinbera meira af Kristi í þér. And then when you look in the mirror of the Word, Og þegar þú horfir á orðið eins og í speil, when you're looking at the mirror of Christ in the Word, og þegar þú sérð Krist í orðinu, He starts to show you what's going to change in your life. þá byrjar hann að sýna þér hvað umbreyting muni eiga sér stað í lífið. And God even uses ourselves. Og Guð notar okkur sjálf líka. He uses us to change ourselves. Hann notar okkur til þess að við viljum umbreytast. I don't know about you, but more and more I'm sitting there, I'm saying, I don't like this. Meira og meira, þá sit ég kannski einhvers staðar og ég segi, ég kann ekki við þetta. If I respond to something or reacting the wrong way, I don't like that. Ef ég bregst eitthvað rangt við, þá sit ég svo, mér líkar ekki að bregða svona við. Allow God to speak to you. Leyfðu Guð að tala til þín. Those gentle nudges. Það eru svona mjúklegar ábendingar. And then say, God, how do I change? Og þú spyrð Guð bara, Guð, hvernig get ég breyst? And if none of this works, Og ef ekkert af þessu virkar, and God starts speaking to you through a donkey, og Guð byrjar að tala til þín í gegnum asna, then you must know you're quite far down the road. þá veistu að þú ert mjög afveguleittur. And we don't want to be there. Og við viljum ekki vera þar. My advice as I wrap up, En áður en ég lýk, þá ætla ég að gefa ykkur ráð. hold on to things very loosely. Haldiði lausu taki á öllum hlutum. God gave them to you. Guð gaf þér þá, He will give you them again. hann mun gefa þér og aftur. But hold on to things very, very loosely. Vertu bara með lausa taka á öllu þínu. Let God shape you and fashion you. Leðu Guð að móta þig og gera þig. Draw close to Him. Dragðu nærri honum. Abide in Him. Dveldu í honum. Let Him wash over you. Leðu honum að þvo þig með orði sín. And let Him change you. Leðu honum að umbreyta þér. From one degree of glory to the next. Frá dýrð til dýrðar. Till you become more and more like His Son. Og þú verður meira og meira líkur syni hans. I must decrease. Ég þarf að minnka, That Christ in me must increase. en Kristur í mér þarf að vaksa. As Paul said, Eins og Páll sagði, count all things loss hann mat allt annað sem sorp to gain the fullness of Christ. fyrir það að eignast fullnustuna í Kristi. Amen. Amen.